That's the next question. Way longer. Okay. Og þetta taka hérna framhald, kafli 7.3, þar sem við vorum hérna því með notukerfið, svona einhvern veginn, það var búið að tala það að atóm, að þeir minnka héðan og hingað út af þessari virku kjarnahleðslu, en stækka hins vegar niðurflokk. Þannig að það eru atómin sjálf. Ef þið hins vegar eru með jónir, þá eru aðeins öðruvísi reglur og það er það að katjónir sem eru plúsjónir, katjónir sem eru þá þessar plúshlöðnur, eru hérna alltaf minni heldur en óhræðin atóm. Þær eru, þannig að ef við erum með natríum atóm og síðan er natríumjón, þá myndi natríumatómið vera stærra. Og það er hægt að sýna þetta með því að, og eins kannski litíum sem er svona þægilega, það eru bara með 11 og 3. Litíum er minna heldur en litíum. Og það er ágætt að sýna það þannig að þið erum hérna með 3 róteindir í kjarna fyrir venjulegt litíumatóm og síðan er ein rafeind hérna yst, sem er þá þessi gildisrafeind. Ef að hún er tekin í burtu, þá er það komið með litíumjón og þessi rafeind sem að því að það eina sem að segir hversu stórt atóm er sem sagt hversu langt rafeindirnar eru frá kjarnanum. Og ef það er engin rafeind þarna lengur hins, þá eru þið búin að minnka, sem sagt, hérna, það er ekki þetta rafeindahvolf eða rafeindahver er í rauninni horfið. Það segjum að ysta rafeindahver hverfur, en þetta á í rauninni við þessa flokka í notukerfinu á við flokka 1A, sem er þá alkalímálmar. Af því að alkalímálmarnir, þeir mynda alltaf plús eða 1 plúsjónu. Gefa frá sér eina rafeind og minnka. Og sér við flokk 2A, sem eru þá jarðalkalímálmarnir. Og það myndir þá vera þessi hérna flokkur. Það myndast alltaf 2 plús, þegar þetta er flokkur 1A, 2A og síðan hérna flokkur 3A, þar sem myndast 3 plúsjónir. Og þetta myndi vera þá eitthvað sem myndi gilda að þetta er alveg nóg ástæða fyrir því að jónin er minni. Segjum bara þetta sé hérna að þetta er berilíum er efst, það sé ekki kalla það bara berilíum flokkur. Hér. Það er það við 2 eftir. Berilín, já, þannig að það er 2 eftir. Að þetta myndi gilda þá fyrir það. Þannig að þetta getur sagt að hérna ein ástæða fyrir þessu er að rafeindir á ysta hveli, sem eru náttúrulega bara þessar gildisrafeindir, hverfa. Og það er að það fari í burtu.
Og það eru þær sem eru alltaf sem sagt endimörk atómsins eru alltaf þessar rafeindir. Og þetta hérna, eins og ég segi hérna, þetta myndi eiga við þegar við erum að tala flokka 1A, 2A og 3A. Í öðru lagi það sem að skiptir hérna miklu máli, þá erum við líka farin að tala hérna jónirnar hérna hjá hliðarmálmunum og hérna aftanýðum og landtanýðum, að það þá að við það að rafeindir fara, þá erum við með fleiri róteindir í kjarnanum heldur en rafeindir þetta utanum. Þannig að þið erum með fleiri róteindir. Svo hérna kjarninn togar í rauninni fastar í hverja rafeind. Þannig að það ástæðan fyrir því að þær eru minni. Og kannski svona aðal ástæðan fyrir svona heilt yfir, þó það munuð þetta mjög mikið þetta, að það mikið að felið fari. Og síðan má bæta við að eftir því sem að hleðsla eykst, plúshleðsla eykst, því minni jón. Og það gildir þá innan flokks, að innan lotu, innan lotu gildir, því hærri sem plúshleðslan því minni katjónin. Og þá getum við teiknað hérna ef við værum með natríum, að natríum þá stærra heldur en magnesíum sem efni við hliðin á og myndar, hérna myndi vera natríum, magnesíum og svo kemur ál hér og það stærra heldur en ál 3+. Þannig að þetta hérna, og það ágætt þegar þeir eru að nota, ég veit ekki hversu vön þeir eru að nota þetta stærra en minna en ég mæli yfirleitt með því þegar þið eiga raðir röð eftir stærð, þá mæli ég með því að skrifa líka stærst og minnst. Af því að stundum snýr fólk óvart við goggunum, eða hvað þið kalla þetta stærra en minna merkjunum, og fyrir vikið þá myndi maður fá vitlaust fyrir dæmi þó maður væri að gera þetta rétt. Þess að í huganum. Það vissi alveg út af hvað þetta gengið. Þannig að þetta hérna gildir og það er alltaf meiri og meiri eftir sem að plúsin meiri umfram fjölda rafeindar því fastar togað í rafeindirnar sem eftir Og svona dæmin í þessum köflum, ég kem svo með almennilegt dæmablaði næstu viku. Þannig að ég klára þar við þennan kafla fyrst, að við erum þá með að algengustu dæmin eru raðaðu í röð eftir vaxandi bara radíus eða stærð, atóms eða jónar. Þetta svona eins og svona þessi dæmi eru yfirleitt í þessum kafla, alltaf að raða einhverju röð. Og þá getur þið verið með til dæmis natríum plús, lithium, kalíum plús og kalíum. Tek þetta hérna sem dæmi. Og hérna erum við með í flotukerfinu, að þá erum við hérna með natríum, lithium og kalíum. Og við vitum í fyrsta lagi að katjónir eru minni heldur en óhlaðin atóm. Og
Og við vitum líka sem sagt, að það gildir að bæði atóm og jónir stækka niður flokk. Þannig að við vitum það að lithiumjónin minni heldur en natriumjónin, sem minni heldur en kalíumjónin. Lithium minna heldur en natrium, sem minna heldur en kalíum. Og svo vitum við líka að lithium plús alltaf minna heldur en lithium, natrium plús alltaf minna heldur en natrium og kalíum plús alltaf minna heldur en kalíum. Þannig að í þessu tilfelli værum við með, já þetta áttum að vera lithium plús hérna. Þannig við erum með lithium plús, natrium plús, kalíum plús og kalíum. Hvað myndi vera stærsta þessu? Þetta óhlaði kalíum og það lengst niður. Þannig að þetta hérna stærst og hvað myndi vera minnst? Lithium, nákvæmlega. Þannig að hérna myndum við geta sagt lithium sem minnst. Síðan kemur þá bara næsta jón fyrir neðan og part fyrir neðan. Þannig að næst það natrium plús, kalíum plús og endanum kál. Og svo eins og ég segi væri ég með að skrifa hérna stærst og minnst. Hérna þið þá með þessar hérna, með þessar, svona hvernig þessi dæmi eru og þið eigið aldrei að lenda í einhverju vandræðum. Það á ekki að vera þannig að þið eigið að átta ykkur á því hvort að natrium plús eða lithium hvort sé stærra. Þið eigið alltaf að geta, það á alltaf að vera mjög einfaldar reglur með sem þið geta alltaf sagt, þetta röðin. Og síðan ef ég fer þá, þetta var þá, hérna eru katjónirnar, svo þið að taka þá anjónir. Nei, ég ætla að hérna að breyta þessu þá aðeins og kannski spreyta yfir í svartan penna til þess að aðskilja frá katjónunum og þá það að anjónir sem eru þá þessar mínusjónir og það hérna eins og þið kannski getið ykkur til að þið velta fyrir ykkur akkúrat þverjum og þær eru þá stærri heldur en óhlaðin atóm. Eru alltaf stærri heldur en óhlaðin atóm. Og þá hefum við gert hérna eins og hér að flúor mínus stærri heldur en flúor. Og við getum sagt hérna að klór mínus þá stærra heldur en klór. Og hérna getum við tekið þetta allt saman hérna út. Hvað segir þið? Það sem að gerist hérna tvennt líka og það það ef ég tek flúor sem með 9 róteindir og skrifa hérna, ég hérna með kjarna 9 og P plús, þetta bara fyrir róteindir. Síðan kemur hérna þessi hver hérna í kring. Það sem eru fyrst með 2 rafeindir og svo eru 7 rafeindir hérna. 4, 5, 6, 7. Þetta bara venjulegt atóm, hérna flúoratóm. Ef þið hins vegar búið til jónin, þá það ennþá með 9 róteindir, en þið eru búin að bæta við 1 rafeind. Það það sem að mínusjón Þið eru að bæta rafeindum við umfram róteindirnar. Þannig að þá þið hérna með 9 P plús, síðan koma hérna 2 rafeindir. En í staðinn fyrir að vera bara með 7, þá þið komið með 8 rafeindir. Ég ætla að hafa þessa 8. rafeind rauða og síðan þessar 7 upprunalegu. 2, 3, 4, 5. Þannig að hérna eru alls 8 rafeindir og þá það tvennt sem að veldur því að þau stækka, að jónirnar stækka. Í fyrsta lagi það sama ástæðan eins og fyrir katjónina.
að það eru fleiri rafeindir, en það eru allir færri róteindir heldur en rafeindir. Þannig að það er erfiðara fyrir þær að róteindirnar að toga í allar rafeindir. Það getur sagt að það eru sem sagt róteindir eru færri en rafeindir. En ég ætla kannski að segja hérna ekki erfiðara heldur bara og togkraftur róteinda á hverja rafeind minnkar. Þannig að þetta er svona óhagstætt hlutfall fyrir róteindirnar og ég hugsa þetta sem svo að það verður dagmamma sem sagt með 5 börn og svo bæti 7. barni við að þá er sem sagt ennþá erfiðara að halda utan þetta. Að það sé málið að það sé svona erfiðara að halda í sem sagt allar rafeindirnar. En það sem skiptir ekki síður máli og ef þau eru spurð í prófum þá endilega láta það koma fram líka og það er það að fráhrindinkraftar milli rafeinda aukast. Að því að rafeindir þær ýta hvor annarri frá sér. Og þannig verður að bæta við rafeind, þannig að fráhrindinkraftar milli rafeinda aukast. Þess að þær ýta hvor annarri frá sér og við það stækkar þá jónin. Eða, já, það er bara jónin stækkar. Og eins og áður, þá erum við líka með hérna að sem að gildir líka innan lotu að það er sem mínusleðslan er, því stærri er jónin. Þannig að ég ætla að setja það hérna til hliðar. Innan lotugildi og það er það. Heyrðu, var ykkur við að ég er að taka upp. Þó það heyrist nú eflaust ekkert. Þannig að þau eru að tala eitthvað um mig þá bara Já. Að setja innan lotugildi því hærri sem mínusleðslan er. Því stærri er anjónin. Og eins og ég sagði þetta væri í báðum tilfellum er þetta innan lotu sem að þetta gildir. Þannig að hérna væri ég að tala um það að flúor sem er með 1 mínus er minni heldur en súrefni sem er með 2 mínusar og er þetta við hliðin á, sem er minni heldur en nitur sem er með 3 mínusar. Þannig að þetta hérna væri minnst og þetta hérna væri stærst. En það gildir eftir sem áður að jónirnar, hvort sem þau eru með katjónir eða anjónir, að þær stækka alltaf niður lotu. Þannig við getum sagt að flúor, klór, bróm og jóð, ef við erum að taka það og gera það, að þá myndir hvort sem það er jónir eða bara óhræðin atóm, þá stækkar það alltaf niður. Og það er ágætt að hafa það í huga. Ég ætla að sýna ykkur þá. Þegar ég tek niður, ég ætla að bíða aðeins með að taka niður tjaldið ef að þið ætlið að skrifa eitthvað af þessu. En það var þarna niðri að þú stendur eitthvað dæmi, hvað eru eftir vaxandi. Já. Svo stendur N+, og þú ætlar að K sé minnst, myndi K ekki vera stærst? Jú, en þetta var eitthvað sem var hérna til hliðar sýndur að vera, sem eitthvað gert stórkostlega. Ekki það. Nei, það var annars. Já. Já, það er þá stærst hérna og minnst hér. Ok. Já. Og það hafa þetta alveg á hreinu. Þannig ég ætla að sjá núna, ég ætla að taka niður tjaldið
og sjá svona og færa þá, já það var ekki þetta heldur myndarlega sem ég færi svona og ætla ég að setja upp á myndvarpan myndir af þessum atómum og þetta í flæðum sem að fylgja, sem að eru inn á Immu og eru frá Elfu kennara sko. Það er svo Sjáu þið hérna að hérna eru þið með einhverja reglustikur, já, hérna verið að sýna, hérna eru við með fyrsta flokkinn, sem sagt litíum, natrium, kalium og rúbidíum. Svo koma hérna flokkur 2A, berylium, magnesium, kalsíum og strontíum og síðan þarna þessi, já, það ekki berylium, þetta bórflokkurinn sem þetta Bór, ál, gallium og indíum og svo erum við komin hérna yfir í hérna súrefni og flúor, sem sagt súrefnisflokkinn og halógenana og þið sjáu að þetta gráa alltaf að sýna óhlaðið atóm, stærðin af því og þetta í réttum hlutföllum og þið sjáu hérna hvað liþíumjónin miklu minni heldur en liþíum. Og þið sjáu líka, og þetta gildir alltaf að plúsjónirnar eru alltaf minni og þið sjáu líka hvernig þetta breytist niður flokkinn, þannig að bæði jónirnar stækka og hérna atómið stækka. Og síðan ef maður skoðar innanlotu, þá sjáu þið hvernig atómin, þau eru að hérna, maður sjá, við tökum þetta hérna, 0,1,34, 0,90, 0,82. Þetta sem sagt liþíum, berylium og bór að minnka, en hins og síðan kemur hérna að jónirnar eru hérna talsvert mikil minnkun, 0,60 til 0,31, þannig að við erum að bera saman þetta að þá minnka þær, en á móti kemur hins vegar að fyrir súrefnis og flúoratóm, þá súrefni hérna sem sagt lengra til vinstri það ekki, þá það stærra heldur en óhlaðið flúoratóm og síðan erum við með hérna að jónin, þessi 2 mínusjón sem sagt talsvert stærri heldur en mínus. Þannig að þetta ágætt að hafa í huga en að þau stærra alltaf niður flokk, bæði jónirnar og síðan líka hérna Já, ég búin að stróka þetta út. Ég ætla að breyta beryliumflokknum í bórflokkinn sem var þarna áðan. En það bór sem fyrir ofan hérna ál. En þetta, það síðasta sem ég ætla að sýna ykkur í sambandi við þessar jónir þá hérna í næsta, já, hérna nú reynda bara verið að sýna hérna, þetta stærðin breytist, annars vegar fyrir óhlaðin atóm og hins vegar fyrir jónir og síðan fyrir óhlaðin atóm hérna og anjónirnar, hvernig þær breytast þetta niður í það. En í næsta kafla, eða í lok þessa kafla, farið að tala eitthvað sem heitir jafnrafeindaröð, þar sem þá verið að bera saman stærð atóma
og jóna sem eru öll með 10 rafeindir. Og þá er verið að tala það, ef að þið eru með í lotukerfinu, þá eru þið með, spurning hvort að þetta sáast nokkuð. Var eitthvað að færa þetta eitthvað aðeins til? Það sjáast það á örlítið hérna. Að ef að þið eru með nitur, ef við erum hérna með nitur, svo kemur súrefni, svo kemur flúor og neon er hérna númer 10, 9, 8, 7 og síðan erum við með hérna hinum megin, maður heldur svo áfram og nú fer ég bara hérna niður þó það sé nú ekki alveg þannig. Natrium sem er þá lengst til hægri sem er með 11 róteindir, síðan kemur magnesium 12 og svo er hérna smá stökk yfir og svo kemur ál. Þannig að ég er bara að tína út þessi hérna efni í lotukerfinu sem eru þá í kringum nitur 7, 8, 9 fyrir framan neon og svo áfram fyrir aftan neon. Þannig getur sagt að þetta eru efnir sem að hverfast í kringum neon og vilja hafa sömu rafeindaskipan á það. Þannig að ef við tökum þessi efni, hérna nitur, súrefni, flúor, neon, natrium, magnesium og ál, að þá erum við með það að róteindirnar eru bara sætistalan sem væri þá 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Ef að það hins vegar hérna er með sömu rafeindaskipan og neon, þá þarf nitur að bæta á sig 3 rafeindum og verður 3 mínus. Þannig að nitur myndar alltaf 3 mínusjónir og fær þá 10 rafeindir. Súrefni þarf að bæta við sér 2 rafeindum til þess að verða eins og neon. Flúor bætir við sér 1 rafeind og fær 10 rafeindir. Neon er náttúrulega með 10 rafeindir. Síðan kemur natrium og það losar sig með 1 rafeind til þess að vera með 10. Magnesium losar sig við 2 rafeindir og er þá með 10 og ál losar sig við 3 rafeindir. Já. Ég skal koma með það til ykkur á morgun. Ég hef ekki náð að fara með það yfir það ennþá en ég kenna það í tíma eða til ykkar. Þannig að hérna er þið þá með þessar hérna rafeindir allar og þetta er það sem við kallum þá jafn rafeindaröð. Og þá er reglan sú fyrir þessar jónir að þær vaxa, að þessi kjarn er stærst, svo kemur þessi, svo flúor, neon dettur í rauninni út, við erum ekki að tala það sem jón, þannig að flúor er stærri heldur en natrium, natrium stærri en magnesium og magnesium stærri en ál. Þannig að ef þið fáið dæmi, þó það sé ekki þessari röð, það sem að koma svona jónir og þið getið séð, ok, þetta er allt efni sem er í kringum argon eða neon eða einhverja eðargastegund, þá er örugglega verið að leita eftir þessum jafn rafeindaröð og þá er sú sem er með hæstu mínusleðsluna stærst og sú sem er með hæstu plúsleðsluna minnst. Þannig að ég held að tíminn sé nú búinn er það ekki, það sé orðin 12, það er bara takk fyrir tímann. Þetta er bara ekki máli. Slöpp á þessu. Ég er aðeins að taka upp að ég ætla rétt að hreyfa þetta til að sýna. Ég ætla að nú væri. Heyrðu, ekki máli. Að það var þá þetta hérna sem ég var að tala um. Nitur, súrefni, flúor, neon, natrium, magnesium og ál og því að hvernig jónis að breytast. Þannig að N-3 er stærst og ál. Ok, takk fyrir.